Hvernig tala maður við barn kórónuveiruna? Hér eru nokkur ráð varðandi það. Börn geta tekið upplýsingum sem þau heyra mjög nærri sér og geta orðið áhyggjufull og hrædd. Það er því mikilvægt að ræða við börnin kórónuveiruna til að skapa öryggi þeirra og forðast ótta. Notaðu orðalag barnsins þegar þú tala við það kórónuveiruna. Barni þarf að finnast að vera upplýst svo það verði ekki hrætt. Segðu barni frá staðreyndum og upplýsingum sem það skilur. Of miklar upplýsingar geta verið yfirþyrmandi fyrir börn. Gott er að byrja samtalið á því sem barnið veit nú þegar. Hlustaðu á hugsanlegar áhyggjur barnsins og spurningarnar sem það hefur. Láttu barnið finna fyrir öryggi. Upplýstu barnið á þann hátt sem lætur því líða öruggu og vertu hreinskilinn. Hættan fyrir börn og unglinga er frekar lítil. Flestir sem smitast af kórónuveirunni verða ekki mjög veikir. Hins vegar getur kórónuveiran verið alvarleg fyrir aldraða og þá sem eru með alvarlega sjúkdóma. Ef barn veikist, þá verður það á ábyrgð fullorðinna að ráðfæra sig við lækni. Mikilvægt er að muna, jafnvel þó maður þvoi hendurnar mjög vel og geri allt til að koma í veg fyrir smitt, er alltaf hætta á að maður smitist. Og það er aldrei sök barnsins. Hugsaðu hvernig þú orðar hlutina. Ekki gleyma því að barn hlustar á það sem foreldrar segja. Barn dregur sínar eigin ályktanir af því sem er sagt. Fullorðnir þurfa að fara varlega þegar þeir tala saman fyrir framan barnið. Orð eins og sóttkví eða heimsfaraldur er erfitt fyrir barn að skilja. Það er auðvelt fyrir barn að láta ímyndunaraflið fara á flug þegar það heyrir þessi orð og það getur orðið hrætt. Hughreystu barnið. Börn þurfa að heyra hvað er gert til þess að stöðva vírusinn. Lönd allan heim gera það sem þau geta til að koma í veg fyrir að vírusinn breiðist hraðar út. Þess vegna er röskun á skóla og frístundastarfi. Það eru þúsundir góðra lækna og hjúkrunarfræðinga tilbúnir að hjálpa fólki að það veikist. Segðu að þið foreldrarnir og aðrir fullorðnir séu að gera eitthvað besta til að koma í veg fyrir að börn smitist og veikist. Talaðu hvað barni getur gert sjálft. Börn takast mun betur á við erfiðar aðstæður þegar þau vita hvað þau geta gert sjálf. Ræðið hvað hægt er að gera til að koma í veg fyrir að maður smitist og smiti aðra. Vírusinn smitast með dropum sem dreifa sér þegar maður hóstar eða hnerrar. Til að forðast smit verður maður að þvo hendurnar sínar vandlega með sápu að minnstakosti í 20 sekúndur. Hægt er að syngja afmælisönginn 2 sinnum á meðan maður þvær sér. Einnig þarf að passa upp á að hósta eða hnerra í pappírsþurrku og henda henni svo strax eftir notkun. Ef þú ert ekki með pappír hjá þér, er hægt að nota olnbogabótina. Það er mikilvægt að halda sig heima ef maður er slappur til að koma í veg fyrir að maður smiti aðra. Nú er rétti tíminn til að sýna samheldni og umhyggju.